Komið blessuð, verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Ef einhver veit eitthvað markaðsmál í ferðamálum á Norðurlandi og þá öllu Norðurlandi, þá það Arnheiður Jóhannsdóttir, markaðsfræðingur með meiru. Hún framkvæmdastjóri markaðsskrifstofu Norðurlands. Við ætlum að ræða svolítið ferðamál og bara svona hitt og þetta. Gaman að spjalla við hana. Komiði með. Arnheiður Jóhannsdóttir, ekki rétt? Jú. Arnheiður Jóhannsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir það. Framkvæmdastjóri markaðsstofu Norðurlands. Það þarf stórt umslag ef maður ætlar að senda þér erindi. Já, en þetta verkefni stórt líka. Þetta stórt verkefni. Já. Markaðsstofa Norðurlands, hún sér svæði frá Hrútafirði yfir á Bakkafjörð. Við markaðssetjum það sem eina heild sem Norðurland. Já. Þannig að við að vinna fyrir 19 sveitarfélög á þessu svæði og 180 samstarfsfyrirtæki. Þannig að þetta töluverður hópur sem við komum að. Sko, ég þakka þér kærlega fyrir komuna. Þetta ekki bara vonlaust, eins og maður segir? Þegar maður veit hvað þetta svona víðfeðmt, margir aðilar, margir sem tengjast inn í þetta. Hvernig gengur þetta? Þetta náttúrulega í rauninni, má segja kannski, þetta sé vonlaust starf eða ætlar að gera allt fyrir alla, sko. En með því að taka og fókusera á ákveðna hluti og ákveðnum tímum, þá gengur þetta bara vel. Já. Og við náðum góðum árangri að markaðssetja svæðið. Norðurland eða North Iceland eins og við köllum það, orðið bara ágætlega þekkt út í heimi og orðið þekkt fyrir fjölbreytni til dæmis og þekkt fyrir að vera svona ævintýra áfangastaður. Já. Og það alveg útrúlega vilji hjá fólki til þess að vinna með okkur í þessu, hjá öllum þessum aðilum sem ég nefna, bæði sveitarfélögum og einstaklingum. Nú þetta eitthvað sko fyrirtæki og sveitarfélög, nú hljóta þau þá að standa strauma kostnaði við þetta alls saman. Já. Og eru menn alveg viljugir að borga á þess aftar? Aldrei nóg, en jú, menn eru viljugir að borga. Í hvað þarftu peninga? Það allir með. Við þurfum peninga náttúrulega bara í að reka markaðsstofuna, bara borga laun, við erum 3. 3 í rauninni sem markaðsstofan og síðan flugklassinn 66 norður sem sér fjármagnaður og þannig við þurfum í rauninni pening við rekstur sem við reynum að halda bara í lágmarki og síðan það í markaðsverkefni. Við erum að taka á móti blaðamannum og ferðaskrifstofum mjög mikið hérna á Norðurland. Bara í fyrra tókum við á móti 56 blaðamannum erlendum sem dæmi sem við fórum síðan með hérna Norðurland. Þeim það boðið? Þeim boðið og fyrirtæki sem við vinnum með að bjóða þeim í rauninni í alls konar ferðir og mat og uppihald. Þess vegna þetta hægt, af því þetta samstarfsverkefni. Já. Og síðan erum við að fara á sýningar og það verið að auglýsa og við erum að halda út í vefsíðu og passa upp á allir séu skráðir með leyfi og við séum að birta þá og það svona hitt og þetta sem kemur til. Og þið 3? Við erum 3. Það ekki alltaf fátt? Jú, það alltaf fátt. Hvað þyrftu þið að vera mörg? Sko, draumastaðan mín væri að vera svona 7-10. Það væri draumastaðan. Ef við virkilega vildum vera að leggja kraft í svona starf og gera okkur vel gildandi. Þetta hægt eins og ég segi núna, með því að við erum að ná bara að halda okkur á floti. En ef við ætlum að ná mjög góðum árangur, þá erum við að tala 7-10 starfsmenn sem geta þá verið að vinna á öllu sviðinu. Vinna líka að byggja upp innviðina ekki bara að auglýsa, heldur passa upp á að Norðurland sé tilbúið fyrir ferðamenn og passa upp á náttúruna og allt það sem kemur inn í þetta. Og séum að vinna í hagsmunum baráttunum sem fylgir þessu, að Vegagerðin sé að vinna þar sem þeir þurfa að vinna til að ferðamenn komast af því að þetta bara breytt umhverfi, Dettifossveginn, akkurat. Og veginn fyrir Sléttu og Vatnsnesið og bara það endalaust hægt að telja þar af því að það svo margt, þetta svo unga atvinnugrein í rauninni. Það svo margt búið að gerast bara á síðustu 5 árum að við eigum eftir að vinna svo mikla grunnvinnu og það kannski ekki verið að leggja nægilt fjármagn í hana eins og staðan í dag. Erum við kannski tökum við skref og mörg skref fram á við í upphafi? Já, kannski. Erum við ekki að byrja á byrjunni? Það kannski, má segja kannski það svolítið verið að hrinda okkur áfram vegna þess að það svo mikil eftirspurn eftir Íslandi og það gat enginn séð þetta fyrir. Í rauninni í kjölfar á gosinu. Þetta yrði svona rosaleg vöxtur eins og hefur verið. Núna erum við að horfa á 30% vöxt á ári. Förum að tala yfir það í ár. Og þá í rauninni ekkert skrítið að svona fámenn þjóð sé svolítið að hlaupa á eftir
og við erum alltaf að læra í rauninni bara í hverju skrefi. 30% vöxtur, eins og það segir milli ára. Já. Sko, á það við landi sem heild eða bara suðvesturhornið? Það er í rauninni... Það koma náttúrulega allir þar inn. Já, það er í rauninni, sem sagt, þessi 30% eru bara landi sem heild, hversu margir koma inn í Keflavík. Á landinu sem við förum að horfa á mismunandi svæði, þá er náttúrulega mjög mismunandi staða þar og það er í rauninni stóra verkefni okkar. Það er að fjölga ferðamönnum á Norðurlandi og passa að þeir séu allstaðar á Norðurlandi. Og við erum að sjá, í rauninni við erum að missa, þó þessi mikil aukning hjá okkur, þá erum við að missa hlutfallslega. Það er að segja, við erum ekki að fá jafn mikið af þessum ferðamönnum sem komum til Íslands núna, 2015, eins og við höfðum 2010. Það er ekki jafn stórt hlutfall ferðamanna sem koma til Íslands sem skila sig hingað norður. Og þar í rauninni þarf áherslan að liggja, að við fáum ferðamenn til að koma út á landa því að það er oft verið að tala um að landið sé fullt og við verðum að fara að hægja á þessu og hætta að markaðssetja. Og ég er algjörlega ósammála því vegna þess að það er nóg pláss eftir og við þurfum bara að breyta aðeins ferðahegðuninni. Og náttúrulega, ég tala nú alltaf um að opna fleiri gáttir. Það þarf náttúrulega að koma á flugi, millilandaflugi á aðra flugvelli heldur en Keflavík til þess að ferðamenn komist. Og við þurfum líka bara að gera aðra landshluta sýnilegri og við getum það ekki bara svona ein og sér við hérna. Þetta er ekkit það stór fyrirtæki í ferðaþjónustu ennþá út allt land. Að þau ráða ekki við þetta ein af því að það má eiginlega segja að það skekkist alltaf myndin. Meðan að vöxturinn er svona mikill á suðvesturhorninu þá verða stærri og öflugri fyrirtæki þar sem að fara í öflugri markaðsherferðir fyrir sig á meðan að menn sitja svolítið eftir út á landi. Mér heyrist að sé engin samvinna í þessu. Jú, það er mikil samvinna. Ég meina, ef þetta kemur allt saman inn á suðvesturhornið sem er eðlilegt því það er bara flogið til Keflavíkur. Og ég var í Reykjavík núna fyrir örfáum dögum síðan og mér fannst bara allt fullt af ferðamönnum. Já. Og svo keyrir maður norður fyrir Holtavörðuheiði og þá bara stoppar maður og tekur myndi ef maður sé ferðamann. Tekur myndi af þess að meina. Nei, þetta er ekki alveg svo slæmt. Nei, ég meina að vöxturinn virðist vera bara þar. Vöxturinn er langmestur þar. Það er í rauninni alveg vitað. Suðvesturhorn, Suðurland. Já, og það er í rauninni, það er alltaf þannig í kringu flugvöll. Það er mest traffík þar og eftir sem fer lengra, þeim er að fá ferðamenn inn. Og við sjáum til dæmis Melrakkasléttuna á Langanesi, það er bara eins og þessi járntjald þar fyrir, sko. Að menn fara ekki þangað. Svo þá ertu komin náttúrulega fjærst flugvöllinum. Eins og getur á landinu og samvinnan er að aukast. Ég finn mikinn mun bara í mínu starfi þegar ég var að tala fyrir þessu fyrir 3 árum að við þurftum að fókusa betur á að markaðssetja Norðurland eða aðra landshluta, það hlustaði enginn sko. Þá voru menn enn að berjast við að bæta í á suðvesturhorninu. Núna finna menn þar svolítið fyrir því að þessi vöxtur er hraður og eru farnir að sjá þörfina á að koma ferðamönnunum víðar. Þannig að ég held að samvinna sé að aukast, líka bara því að menn hafa kannski bara meiri tækifæri til þess. Við hver á að tala til þess að láta flugvélar lenda hér á Akureyri og Egilsstöðum? Það er í rauninni margþætt. Það er að tala við ríkið, það er það sem við höfum verið að gera núna. Þannig að ríkið þarf að borga niður fyrstu árin hjá svona flugfélagi. Það þarf að borga þeim og kaupa af þeim markaðssetningu, það þarf að borga niður lendingagjöld og farþegagjöld og svo framvegis. Síðan þurfum við að tala við ferðaþjónustuna úti og ferðamennina úti vegna þess að þeir þurfa að biðja flugfélagin að fljúga til Akureyrar. Það er að segja að ég get ekki sannfært flugfélag að lenda á Akureyri ef það er engin ferðamaður úti í heimi sem langar til þess að fljúga beint til Akureyrar. Þá kostar mikla peninga að kynna það í útlöndum. Já, akkurat. Og það er það sem við erum að gera og þurfum alltaf meiri og meiri peninga í það. Hvernig færðu það því? Það eru til dæmis þessar blaðamannaheimsókn sem við erum að fá. Þá erum við að fá það til að skrifa greinar. Við bjóðum hingað ferðaskrifstofum. Við fengum milli 70-80 aðila frá ferðaskrifstofum erlendum hingað norður á síðasta ári líka. Þeir eru þá að fara svæðið og prófa og læra. Og við förum á sýningar og þar erum við að funda með aðilum, kynna fyrir Norðurland. Við erum að matreiða gögn á niður, við erum að afhenda myndir og við erum búið til vídeo sem þeir geta notað til þess að auðvelda þeim síðan að fara að selja Norðurland. Já. Svo eru náttúrulega bara samfélagsmiðlarnir, samtal við fólkið og það er bara alls konar leiðir og endalaus vöruþróun. Já, en er þetta ekki líka þannig sko að flugfélög sem að tækju að sér að fljúga inn til Egilsstaða eða Akureyrar, vilja þeir ekki fá eitthvað tilbaka? Það er að segja fljúga hingað inn með 150 manns, fara með 150 tilbaka eða? Jú. Það er í rauninni heimamarkaðurinn skiptir á ekki öllu máli af því hann er svo lítill hérna. Já. Hann væri aldrei nóg einn á sér, við þyrftum alltaf að hafa ferðamannin. En hins vegar skiptir heimamarkaðurinn máli til dæmis ef við erum að horfa á vetrarflug að við vitum að heimamarkaðurinn hér er mjög sterkur í apríl-maí. Það er mikið af kennurum sem eru að fara í ferðir og sjúkrahús, starfsfólk eru að fara í ferðir út og verkalýðsfélögin eru að senda fólk út og
hitt og þetta og það í rauninni getur fyllt einhverja vélar út á þessum svona erfiðasta tíma. Þannig að það skiptir máli sko, fyrir okkur og þess vegna skiptir svo miklu máli að þegar kemur svona flug eins og bara var núna á Egilsstöðum, verður núna á Egilsstöðum í sumar, að bara heimamenn tala þetta upp. Styðji við og nýti sér. Er það eins og á Egilsstöðum, er það til hvað, London? Það er London, já. Það lenda á hvað, á Gatwick? Gatwick í London, já. Sem er bara fínt sko. Já, það er mjög fínt, það er mjög góð tenging í allar áttir þar. En það er búið að minnka þetta eitthvað miðað við það sem er ætluð? Já, það er búið að minnka þetta og þetta er í rauninni ein ferðaskrifstofa, Discovery World, sem að rekur þetta flug, sem er kannski aðeins ólíkt áherslunum hjá okkur sem við viljum fá áætlunarflug, þar sem allir geta keypt inn í það. Og það gekk bara ekki jafnvel og menn áttu vona á að markaðssetja þetta og sem er náttúrulega bara ekki gott en vonandi bara ganga þessi flug vel í sumar sem þeir hafa og verður framhald þar á. En hingað til Akureyrar? En hingað, það er í rauninni góð spurning. Það er starfsmaður frá okkur núna úti á ráðstefnu flugvalla og flugfélaga og það er verið að kynna Akureyrarflugvöll ásamt flugvallastjóranum hennar og við erum í viðræðum við nokkur flugfélög og ég get í sjálfu sér ekkert sagt til það nema bara við fáum upplýsingar í vor sem að segja okkur svona daldið alveg á. Hvaðan myndi það þá vera? Við erum að horfa á Bretland og Þýskaland. Já. Það er svona sterkast hjá okkur. Já, Þjóðverjar koma mikið til mín í safni hérna. Já, Þýskaland er rauninni stærsti markaðurinn okkar á Norðurlandi. Þjóðverjar er okkar svona helstu aðdáendur, ef við getum sagt, af allt Norðurland. Sko. Það er eins og þeir vilji kannski meira einmitt af svona útiveru og náttúru og þess aftar. Já. Miklu meira, heldur en til dæmis Bretar sem eru meira kannski í helgarferðum. Bretarnir ferðast mjög mikið af vetri en það er mjög mikið í svona stuttum helgarferðum, í borgarferð, skila sér mjög lítið hingað norður ennþá. Myndi væntanlega breytast með svona flugi en Þjóðverjarnir koma og þeir komu raun alltaf bara á sumrin en það er að breytast líka. Þeir eru fannir að koma í vetrartíma líka sem er alveg frábært. Það er náttúrulega það sem þetta snýst gera þetta starfhæfa atvinnugrein. Það voru 2 stubbar hérna frá Singapúr sem voru komið til mínu safni. Þá voru þeir bara á þælingi hérna, hringferð um landið og litu við hérna hjá mér. Já, þetta hefði ekki gerst fyrir 5 árum? Nei, það hefði ekki gerst. En er ekki töluvert það að menn tala að þeir vilji rauninni sko fá meira heldur en þeir í dag? Við getum tekið á móti miklu fleirum. Já, miklu fleirum. Hérna á Norðurlandi erum við með 1 til 1,5 milljón af gistináttum sem er ekki nýttar á ársgrundvelli. Ekki nýttar? Við höfum pláss fyrir 1 til 1,5 milljón af næturgestum til viðbótar. Ef við bara horfum á það gistipláss sem er í boði hérna á Norðurlandi. Ertu búin að læra eitthvað í samband við þetta? Þú veist í skóla til að læra ferðamálafræði eitthvað þess vegna? Ekki ferðamálafræðinni. Ég fór sem sagt fyrst hérna í Háskólann á Akureyri í rekstrarfræði BS-nám og síðan tók ég alþjóða markaðsfræði master út í Glasgow þar á eftir. Og hæfir það einmitt þessu sem þú ert að fást við? Það er bara smellpassar í þetta. Er það? Já. Er þetta gaman? Mjög skemmtilegt. Það er eins og að segja sko, manni finnst þetta einhvern veginn yfirgengilegt og maður segir, manni fallast bara hendur, þetta er svo mikið og víðfemt og stórt. Já. Auðvitað, mér fallast oft hendur en hérna þá bara stendur maður upp og fær sér vatnsglas og svo heldur maður áfram sko. Íslenska vatni? Já, íslenska vatni. Þetta er náttúrulega, það er gaman að vera í svona lifandi atvinnugrein sem er að vaxa svona gríðarlega hratt og það er endalaus verkefni og þú getur svolítið stýrt í hvað þú ert að gera. Það er það sem gerir þetta skemmtilegt. Það er aldrei óttast að mér leiðist í vinnunni, það kemur ekki svoleiðis. Nei. Ertu mikið í símanum? Mikið í símanum. Þú ert alveg gríðarlega mikið á fundum, veit ég. Já, mjög mikið á fundum, stundum of mikið. Skilaði sér þessi fundir? Sumir. Stundum horfum maður á verkefni og hugsa að þetta verður aldrei neitt. Svo horfum maður kannski tilbaka og ég farin að sjá það svolítið núna. Ég hitti til dæmis bara sem dæmi Breta sem var hérna hjá okkur núna í mars sem er að byrja að selja skíðaferðir á Norðurland. Ég hitti hann á fyrsta fundi fyrir 2 árum út í London og þá hugsa maður að það kemur ekkert út í þessu. En svo hitti maður hann aftur á fundi og svo endanum er hann kominn. Þannig að þetta gerist oft og svo er í rauninni það er svo margt sem að verður ekki að neinu, maður ætla bara að gera það sjálfur. Ef maður tekur aldrei samtali sem á sér stað á fundinum, þá verður verkefni aldrei að neinu, eða verður bara miklu minna. Er ekki margt sem verður að engu? Jú, sagði ekki einhverja 80% hugmyndum verða að engu? 80%? Já. Þá er sko það nóg af hugmyndum? Já. Er nóg af hugmyndum á svæðinu? Já, það er eitthvað sem við erum nóg. Sko, maður hefur heyrt eftir fólki, það er ekkert að vera. Það er ekkert að vera hérna. Og þá segi ég, en hvað þetta, eða þetta, þannig. Já, ferð að velta því fyrir sér. Hvað er það sem svona fólk vill? Hvað vill það þeir sem að segja, það er ekkert að vera?
Ég held að þetta snúið svolítið það að það voðalega auðvelt að sitja við eldhúsborðið heima og horfa út í gluggann og segja að það ekkert að gera hérna. En ef þú svona stingur hendin út og svona aðeins að ferða að horfa í kringu þig, þá oft mjög mikið að vera á. Og það, ég segi fyrir mig að þegar ég að segja oft bara Íslendingu frá því hvað hægt að gera á Norðurlandi, þá margir mjög hissa. Af því við erum oft bara að gera það sama. Þú fer bara út í ísbíltúr eða eitthvað af því þú alltaf gert það, en þú gæti verið að gera svo miklu meira ef þú bara aðeins kíkir eftir því. Og ég til dæmis hef gaman að ég gerast ferðamaður í svona mismunandi landshlutum. Þegar ég á ferðalagi, þá reyni ég að vera bara eins og erlendur ferðamaður og leyfa mér að gera einhver afþreyingu og bara borða á góðum veitingahúsum og gera eitthvað svona öðruvísi og leita uppi hvert ferðamenn að fara og prófa og bara til dæmis að fara í, eins og þú gerir örugglega þegar þú fer erlendis, þú kaupir gönguferð með leiðsögn, prófa að gera þetta á Sauðárkróki. Já. Það bara alveg ótrúlega gaman. Á þessum stöðum alltaf mikil saga. Já. Í rauninni alveg hvað sem maður er. Og ef þú lappar bara þá kannski sérð hann ekki. En ef þú ferð að fá einhvern sem getur sagt þér frá, þá þetta bara orðið allt önnur upplifun. Sko, hefur hver landshluti sína sérstöðu? Þetta svipað? Þetta auðvitað svipað mörguleyti. Ég svo sem tekið svona umræði við marga sem segja sko náttúran okkar sérstæða, það ekki nóg. Hver landshluti þarf svolítið að finna sitt og búa til kannski meira úr náttúrunni heldur en bara náttúruna til þess að verða sérstakur. Ef þú skilur hvað ég á við. Og þannig að það ekki nóg að fossinn sé fallegur, heldur getur verið eitthvað í kringum hann, ferðin til dæmis að fossinum eða eitthvað svoleiðis sem þú býr til aðeins eitthvað ekstra. Og það það sem gerir það sérstakt. En ég held að hver landshluti sé búin að skilgreina ótrúlega mikla sérstöðu þrátt fyrir það. Þrátt fyrir við séum svona mjög sambærilega allt landið. Og það endalaust þróun í gangi og það rauninni sama hvaða þorp þú eða bæ þú ferð inn í á Norðurlandi, það alltaf eitthvað svona aðeins öðruvísi heldur en næsta bæ sem þú finnur. Já. Það eiginlega ótrúlegt, hvort sem það bara karakterinn í bænum eða eitthvað annað sem hérna. Ef ég fegi einhverja hugmynd sem myndi henta sko fyrir í ferðamennskunni og ég eða einhver viðkomandi á ekki til dæmis eitthvað fjármagn til að reyna að byggja það upp. Getur hann leitað eitthvað? Hvað hann að gera? Já, Nýsköpunarmiðstöð náttúrulega fyrsta stoppið í svona verkefnum. Þegar þú ert bara með hugmynd og veist ekkert hvað ætlar að gera, þá aðstoða þeir þig við að útfæra hugmyndina og meta hvort hún raunhæf eða ekki. Svo getur þú sótt styrki þar og það eins með atvinnuþróunarfélögin. Þar eru atvinnuráðgjafar sem að bæði veita styrki og geta leiðbendir. Og við tökum síðan á markaðstofunni við þegar menn vilja fara að markaðssetja og getur leiðbend með það. Þannig að það nóg aðstoð að fá. Já, það er ekki nóg að menn fái bara hugmyndina að þeir bara, hún bara dæi uppi, heldur hægt að komast áfram með hana. Já. Mikið svoleiðis? Já, mjög. Fá menn hugmyndir? Já. Geturðu nefnt mér í fljótu bragði einhverja svona skondna hugmynd sem einhverju fengið og komið af stað? Það náttúrulega, ef maður horfir bara í ferðaskrifstofuna sem í gangi núna, þá bara hægt að horfa á ferðaskrifstofuna sem hérna. Það eru til dæmis núna Game of Thrones ferðir og trapped ferðir eða ófærðar ferðir hérna Norðurland. Mér finnst það frábæra hugmyndir. Já. Það eru næturferðir og það eru matarferðir þar sem verið að heimsækja framleiðendur hérna í Eyjafirðinum og sjá hvernig þeir eru að framleiða sína vöru og smakka og halda svo áfram. Það eru náttúrulega fuglaskoðunarferðir. Það eru líka ferðir upp úr skáldsögum, til dæmis Burial Rites eða Náðarstundinni sem hægt að fara í á Vatnsnesinu. Það er endalaust hægt að telja til. Það eru náttúrulega eins og Blönduósi til dæmis, það er hægt að sauma út í Njálurrefil. Já, langastóra. Ekki Njálurrefil, refil. Já, refilinn, já. Vatnsdælusögu. Já. Og þú veist, það eru alls konar svona hugmyndir sem í gangi, sem að fólk byrjar á og það eru hlaupaferðir sem hægt að búið til fyrirtæki úr. Það eru alls konar hlutir. Veturinn vel nýttur líka? Hann að breytast núna, bara síðustu 2 árum, mjög hratt. Hann alls ekki vel nýttur, ætlum ekki að reyna að segja það, en það að breytast mjög hratt. Ég hef heitt tölum þetta fólki sem hefur bara komið hingað virðist vera til þess að sjá norðurljósin. Já. Asíubúar til dæmis, hann frá Singapúr, hann hefur örugglega verið að koma til þess. Það náttúrulega mjög vinsælt að koma hingað norðurljósin og síðan það líka bara að það að upplifa vetur og snjó og vetrarafþreyingu. Fara á sleða og skíði og jeppaferðir og allt þetta sem fólk að leita eftir. Já, og þetta í sjálfu sér allt til staðar. Já. Ef þú leitar, spyrð, þá getur fundið þetta. Já. Einu vandinn okkar varðandi vetrarferðamennsku og í rauninni ástæðan fyrir að hún ekki meiri heldur hún það eru samgöngur.
vegna þess að meðan við höfum ekki flug þá þurfum menn að keyra eða taka innanlandsflugið sem að menn kvarta nú mikið yfir að séu alltaf dýrt. Já. Og erlendi ferðamenn þeir eru ekkert kannski mikið tilbúinir að fara að keyra yfir 2 heiðar að vetri. Nei. Og þora það ekki sko. Þannig að það er rauninni bara hindurinn nokkur. Já, og það er nú það sem hefur komið einmitt upp, það eru erlendir ferðamenn óvanir að keyra á þessu landi sem hefur svona trublað svolítið. Já. Og það er rauninni ástæðan fyrir að ég segja að vetrarferðaþjónusta getur aldrei blómstra að fullu fyrir en það er komið millilandaflug. Arnheiður, hvaðan ertu? Ég er frá Hrísey. Ertu Hrísey? Ólst upp í Hrísey. Já, það er perla. Það er perla. Ég held að það sé að það búa til alveg magnaða ferðamennsku þar. Já, ég er algjörlega sammála því. Þurfum við þá bara mann með peninga? Það er mann með fullt af pening til þess að byggja þau upp og eða bara fólk með pening og þolinmæði. Þetta kostar þolinmæði að byggja svona upp. Já. En það eru óendilega mikil tækifæri þar í náttúrunni sem er þar og svona kyrrðinni sem maður finnur. Já, það er sérstök tilfinning að koma til því sér. Já. En sko, þú ert á Hrísey og hvaða leið ertu búin að fara? Að þú ert komin aftur til Akureyrar, ég hef komin til Akureyrar. Já, hvert er búin að fara? Ertu búin að fara eitthvað? Ég er búin að fara um allt sko. Já, ég ólst náttúrulega upp í Hrísey, svo byggum við á Djúpavogi einn tíma og ég fór svo að vinna á Húsavík, fór í millitíðina að vinna bæði í Noregi og Austurríki og síðan fór ég í nám til Bretlands, bjó svo í 2 ár í borginni og svo skilaði ég mér heim. Þannig að þú ert búin að fara víða? Já. Hvar varstu í Bretlandi? Ég var í Glasgow. Já. Í sko þessu námi? Í náminu, já. En Austurríki og hvað varst að vinna þar? Já, fór ég svona bara að vinna í sumarvinnu þegar ég var í menntaskóla. Í tengslum við ferðamennsku þá? Já, þá var ég að vinna á hóteli og veitingastöðum. Langaði þig aldrei að gera neitt annað? Hafðirðu einhverjar aðrar hugmyndir? Í lífinu heldur þú að snúast í ferðamennsku og þess að fá í vaskla sem allt fór í vaski? Ég er alltaf að vinna í fiski mjög lengi. Í Hrísey? Já, og á Djúpavogi og á Akureyri sko. Mér fannst það mjög skemmtilegt líka, þessi verksmið vinna mjög vel við mig, bara massa hlutina fram. En ég valdi mig kannski aldrei í ferðaþjónustuna. Ég datt inn í það að vinna á hótelum og síðan vann ég hjá Nýsköpunarmiðstöð í tæp 10 ár. Í Reykjavík þá? Hérna á Akureyri. Nei, hér á Akureyri? Þegar útibúið var opnað hérna á Akureyri, áramótin 2023. Og þá var ég að vinna fyrir alls konar atvinnugreinar og sama ég var að starfa sem ráðgjafi hjá KPMG ráðgjöf þar áður og bara vann þar fyrir mjög margar atvinnugreinar líka og markaðsverðan er alltaf þannig ég get markaðsett hvað sem er. Þannig að ég valdi mér í sjálfu sér ekki ferðaþjónustu. Ég datt óvart inn í flugklasan. Það var verið að leita verkefnastjóra þar í hálft ár og þannig í rauninni byrjaði ég aftur inn í ferðaþjónustunni. Já. Fjölskyldan þín? Við erum maður minn er frá Akureyri, heitir Þorbergsson og ég hitti hann einmitt í borginni þegar við byggum þar bæði, þannig við fluttum aftur heim upp á Brekku, það er rosalega eitthvað hefðbundið. Já. Og við eigum 5 börn, ég var elsta stráki með fyrir manni og síðan eigum við 4 saman. Já, áttu 5 börn? Já. Á hvað aldri? Þeir eru frá 6 upp í 17. 6 upp í 17? Já. Hvernig gengur það? Bara vel. Er það? Gott samkomulag? Hratt og örugglega. Og öll í íþróttum? Nei, það er misjafnt sko. Þau eru í dansi og leiklist og tónlist og íþróttum og svona öll í bland bara. Hver þeirra sinn karakter. Gengur bara vel. Já. Hvar vinnur maðurinn? Við hvað? Hann er forstöðumaður tölvudeildar Bændasamtakanna. Já. Og staðsettur hér? Hann er staðsettur hér. Hann var að vinna þar þegar við hittust fyrir sunnan og færði bara tölvuna með sér norður. Ein gátt inn í landi, segirðu, Keflavík. Sko, við erum aðeins búin að ræða það er óhollt. Það er það. Það getur ekkert orðið eðlileg svona þróun áfram í ferðaþjónustu ef við höldum þessu áfram. Og við erum að gera okkar til þess að breyta þessu en það þarf stuðning allra til þess að þetta breytist. Má ég spyrja þig, fáið þið ekki stuðning allra þeirra sem ættu í rauninni að styðja ykkur? Við erum mjög ánægð með stuðningi sem við fengum núna rétt fyrir páska frá ríkinu sem stofnaði Flugþróunarsjóð. Þetta sett ég niður á blað árið 2011 þegar ég byrjaði þessu verkefni, að það gerast. Þannig að það er búið að taka 5 ár. Og í rauninni þessi 5 ár, þessi markaðssetning okkar, hefur svolítið bara verið að vinna grunninn að því að þetta væri komið í gagnið. Þannig að við vissum það að það yrði ekki hægt að ná inn flugi nema þessar forsendur væri til staðar. Þar sem það væri öflugt fjármagn hérna sem gæti borga flugfélagi fyrir að koma. Þannig að auðvitað vill maður að þetta gangi allt hraðar.
en það er vilji, skilur, það vilja allir vinna með okkur, það er enginn að grafa undan okkur, en kerfið okkar er kannski bara ekki tilbúið í þetta. Það er það sem þarf að breyta. Hver á að breyta því? Já, við breytum því, ég er að reyna að breyta því og síðan þurfa að koma að sveitarstjórnarmenn og ríkið og ferðaþjónustan, við reynir allir bara sem koma að þessu og íbúar, það er ekki síst íbúarnir líka sem þurfa að gera þessa kröfu að við breytum þessu. Sumir vilja ekkert fá fleiri ferðamenn. Já, sumir vilja það. Hvað segir við það fólk? Ég segi við það fólk, skoðaðu aðeins í kringu þig og spurðu bara í nánustu fjölskyldu hversu margir vinna tengt ferðaþjónustu og hugsaðu hvað það væri erfitt fyrir þetta fólk að það væri ekki ferðaþjónusta og horfðu þá í ferðaþjónustu líka svolítið í víðari mynd að úrsmiðurinn og dekkjaverkstæði til dæmis, þeir eru líka að hagnast af aukinni ferðaþjónustu, bændur, selja miklu meira kjöti, þannig við erum í rauninni öll í ferðaþjónustu og megum ekki gleyma því. Er eitthvað sem þú komst með til að sýna mér? Já. Ég spurði hvort að þú kæmir með einhvern hlut til að sýna mér? Já, þetta var mjög erfitt. Ég komst eiginlega að því þegar ég fór að leita einhverju hluta. Ég er ekkert rosalega mikið fyrir að halda upp á hluti. Nei. Og en ég kom með sem sagt fermingarúrið mitt. Og það er svona kannski ekki hluturinn sjálfur heldur minningin í kringu það. Þá ég er ólsenst upp við það að þegar maður fermdist þá fekk maður úr frá ömmu og afa og það var svona fasti í lífinu. Og mér finnst þau kannski allt og oft gleyma að halda í svona fastar hefðir. Edox úr, mikið nota þetta. Frá Jóni Bjarna? Já, sjálfsögð. Það var á þeim tíma þegar maður fekk eitt úr og notaði það alla ævina. Já, en gengur með það í dag? Nei, gerir það reyndar ekki. Þú ert búin að fá nýtt úr? Ég er búin að fá nýtt úr. Hverju gaf þér það? Nokkur mér að segja. Já, maðurinn minn hefur gefið mér nokkur. Gefið nokkur úr? Já. En það er gaman að eiga þennan hlut. Ég á fermingarúrið mitt ennþá. Eða ekki? Jú. Heyrðu, það var ánægjulegt að fá að spjalla við þig. Ein spurning. Ef þú mættir ráða einhverju sem ætti að gerast og þyrfti að gerast í ferðamennskunni núna verði til eftir helgina fyrir sumarið, hvað er það? Ég sit nú út á flugvelli með þér og ég er náttúrulega verða að segja, ég verði náttúrulega bara að horfa á flugvél stóra þóttu lenda hérna. Flugið verður að komast í gang. Það mun gjörbreyta ferðaþjónustu á Íslandi öllu, ekki bara hérna. Það er bara stóra.